Komið sæl, við byrjum hér á skoða gervitunglamynd sem tekin var í dag en eftir veðurofsann í gær þá er búið að draga úr honum núna í dag, einna síðast á austanverðu landinu þar sem síðustu gulu viðvaranir runnu úr gildi núna á hádegi en þegar við skoðum stóru myndina þá sjáum við að lægðin sem olli þessu veðri hún er komin norðaustur á okkur, norðlægar áttir búin að leika landið í dag með einhverju snjókomi eða éljum fyrir norðan. Það sem gerist það er þessi hæðarhryggur, hann er að ná tökum í augnablik á morgun, frekar hægur vindur og úrkomi lítið en síðan á 15 kemur hér þessi mjög kröftuga lægð úr suðvestri. Það er búið að gefa út viðvörun fyrir allt landið en útlit er fyrir að hún muni valda röskunum og truflunum og veseni. En hér sjáum við síðan suðvestana sem kemur í kjölfarið á skilunum. Á hitasviðinu þá er að kólna hjá okkur á morgun með norðlægri áttinni. Við sjáum hér hvernig þetta fjólubláa loft kemur hér yfir landið og það sem verður nokkuð bjart í nótt og þá er útgeislunin enn að bæta ofan á, það er mjög kalt. Með laðinn á fimmtudaginn þá hlýnar aðeins hjá okkur, það er útlit fyrir að meginhluti úrkomunar þá verði hins vegar snjókoma. Sjáum að þessi hlýgeiri hann ætlar að fara ansi hratt framhjá. En núna í kvöld og nótt þá ætlar þessi lægðabóla hér allra syðst, hún er að gefa eftir. Það er smá él hér norðaustan til. Það helsta sem það er hér norðvestan strengur með austurströndinni. Það léttir síðan til hér sunnan og vestan til þegar líður á nóttina. Í fyrramálið þá verður orðið þó nokkuð kalt á landinu. Meira að segja að Vestmannaeyjar komið með 3 stiga frost. Það er líka búið að draga úr éljunni hér norðaustan til. Áfram strengur með ströndinni þegar heldur fram eftir degi. Þá eru ekki miklar breytingar í rauninni, það er svona aðeins þykknar upp hér vestan til þegar það kemur svona smá éljabakki nær landinu úr vestri. Og seinnipartinn á morgun þá eru hitatölunar allar undir frostmarki og venju samkvæmt þá eru þær hvað harðastar inn til landsins. Annað kvöld er útlit fyrir að verði éljagangur hér með vesturströndinni og áfram er að blása hér með austurströndinni. Síðan þegar við höldum áfram fram að fara nótt fimmtudags koma þessi skil hér úr suðvestri eins og sagði gul viðvörun á öllu landinu. Við sjáum hér á fimmtudagsmorgun það er suðaustan 20-25, jafnvel 28 metrar á sekundu á suðvestur horninu. Það er talsverð snjókoma í þessu, við sjáum hér hvernig úrkomi bakkarnir eru nokkuð dökkir. Og síðan þegar líður á daginn að þá koma skilin, það hlýnar aðeins, þannig að þetta er frekar stutturinn mjög öflugur hvellur á suðvestanverðu horninu og áfram heldur síðan halda skilin hér áfram til norðausturs. Það verður snjókoma fyrir norðan í suðaustanáttinni og við sjáum hér þó nokkur úrkoma suðaustan til alveg fram eftir degi. Og þetta er snjókoma eða slitta þar, þetta snýst síðan yfir í suðvestan og slittu él en síðan þegar við höldum áfram fram á föstudag þá er snúist yfir í nokkuð öfluga norðan átt hér með vestanverðu landinu. Það er 13-20 metrar á sekundu og snjókoma, einkum á Vestfjörðum. Og síðan á laugardaginn sjáum við næstu lægð nálgast úr suðvestri og hún ætlar að haga sér svona nokkuð svipa fimmtudagslægðinni en það er kannski aðeins minni kraftur í henni. Sjáum hér nokkuð kalt á landinu, svona framan af. En þessi lægð sem stjórnar veðrinu hjá okkur, hún er að senda hér skúr eða él á strendur Noregs og það er hér nokkuð almennilegu strengur sem kemur hér inn á Evrópu. Það eru gular appelsingula viðvaranir vegna vinds bæði Þýskalandi og Frakklandi. En lítið að vera á Íberíuskaganum. Það er svona helst í Pýreneafjallinu sem er að falla einhver úrkoma. Og stormurinn Therese, hún er enn að hamra á Kanaríeyjum og ætlar að gera það líka morgun en síðan er útlit fyrir að það lægi og létti til þar. Ekki mikið að vera í Norður-Ameríku, það er áfram hitabylgja í suðvesturhlutanum. En hjá okkur á morgun það lítur út fyrir bara prýðisgóðan dag, frekar hægan vind og víða bjart, smá él norðaustan til og það er strekkingsvindur með austurströndinni. Segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.